Jæja, heyrðu, þá ætla ég að taka upp vídeó það hvernig þið gerið úrvinnsluna í þessari tilraun 2. Og tilraun 2, ég búin að skrifa niðurstöðurnar úr einni tilraun sem ég var með, þar sem við erum með fyrstu við niðurstöðurnar voru hreinlega þegar þið voru með tóma flösku og voru bara að athuga hver þrýstingur andrúmslofts við 24,4 gráður Celsius. Síðan bættum við út, fórum við að nota vatnsbað og vatnsbað við mismunandi hitastig og erum við síðan að mæla þrýstinginn. Og það langar bara að þið hafið í huga að fyrsta mælingin sem var gerð þegar við vorum að mæla þrýsting, þannig erum við bara að tala þrýsting lofts við herbergishita. Hins vegar þegar við erum komin í vatnsbaðið og búin að setja metanól út í, þá erum við með eitthvað metanól og svo erum við með lokaða flösku. Erum við áfram með þrýsting lofts, en við erum líka með þennan þrýsting fyrir metanól, CH3OH. Þannig að þegar þetta sem við erum að mæla heildarþrýstingur, það sem sagt P, tót eða heildar, sama og þrýstingur loftsins plús þrýstingur metanóls. Við höfum hins vegar áhuga á því að finna hver þrýstingur bara metanólsins við þessar aðstæður. En við viljum draga frá þennan þrýsting loftsins, að við erum ennþá með loft í kerfinu. Það líka breytast alltaf með það breytist með mismunandi hitastigi, alveg eins og metanól, að þá náttúrulega loftþrýstingurinn, hann breytist líka. Þannig í fyrsta lagi þurfum við að finna út hver þá loftþrýstingurinn við öll þessi hitastig og draga hann síðan frá heildarþrýsting. Þannig að það það sem þarf að gera. Nú í þessari úrvinnslu gagna þá nú talað að nota Excel eða LibreOffice stendur hér í þessu sem ég með. En í þessu tilfelli þá ætla ég bara að gera þetta allt á töflu. Byrjaðu því að segja umreiknaðu hita á Celsius í Kelvin. Þannig það sem við byrjum á að gera að breyta þessu. Erum við með hitastig í gráðum á Celsius. Ætla ég að breyta þessu yfir í Kelvin gráður og það gerum við einfaldlega með því að segja plús 273,2 ætla ég bara að segja í staðinn fyrir 273,15 og fá þannig út hver eru þá gildin hér í Kelvin-gráðum. Og það myndi vera ef við bætum við 273,2 við 12,2 gráður, þá fáum við 285,4. Síðan 20,3 pluss 273,2. Ég tek það fram að þið eru náttúrulega að nota ykkar niðurstöður. Síðan kemur þegar við leggjum við 30,5,303,7, 312,1, 323,3. Erum við þá komið með Kelvin-gráðurnar fyrir þessar tilraunir. Og það ágætt að breyta líka hitastiginu þá í upphafi, að hitastig vatnsins, þetta var reyndar bara loft hér, ekki vatnsbað, eru 297,6 ekki.
við bætum 273, jú. Nú, hérna, þegar þetta er komið, þá þurfum við að huga því hvað gerist ef við erum hérna með þennan þrýsting hérna fyrir loft. Hérna fyrst vorum við með tóma flösku og þetta er það sem ég vil kalla P1. Það er þrýstingur sem var í flöskunni, það er byrjun, og þá erum við líka með T1. Það sem P1 var sama sem 98,6 kilopascal og T1 er sama sem 297,6 Kelvin. Hvað gerist hérna þegar við byrjum að breyta hitanum? Við erum búin að setja metanólið út í, en erum náttúrulega ennþá með loftið inni. Og þá erum við með það að loftsins við til dæmis 12 gráður eða 285,4 Kelvin, að það myndum við tákna sem P2 og sem er þá breytti loftþrýstingurinn. Og að þá erum við með að T2, þessi þrýstingur er þá við 285,4 Kelvin. Þannig að við segjum 285,4 Kelvin. Og aðferðin sem við notum til þess að finna út hver er það þrýstingur loftsins í þessari blöndu sem að núna er loft og metanól. Og við viljum vita hver stór hluti af þessu er þrýstingur lofts. Til þess að geta dregið það frá heildarþrýstingnum og fengið þrýsting metanóls í staðinn. Þá notum við þessa jöfnu að P1 deilt með T1 er sama sem P2 deilt með T2. Við höfum ákvað því að finna þá þrýsting loftsins við þetta breytta hitastig. Þannig að við notum þá jöfnuna að P2 er sama sem þrýstingur í upphafi deilt með hitastig upphafi og síðan þá sinnum T2. Þess að færum þetta bara yfir jafnaðarmerkið og margfaldum þá með því. Og þá erum við alltaf að reikna, að þegar ég er með T1 og P1, að þá myndum við segja að fyrir fyrstu útreikningana, því ég ætla að segja hver er þá loftþrýstingur við 12,2 gráður eða 285,4. Og þá getum við sagt, það væri þá sama sem P1 sem var 98,6 kilopascal deilt með T1 sem voru 297,6 og það eru þá Kelvin og sinnum síðan síðan sinnum þá hitastigið í vatnsbaðinu 285,4 Kelvin og út úr þessu fær maður þá 94,6. Ég ætla samt að reikna þetta til vonar og vara til þess að fyrst að tjekka örugglega hvort 24,4 pluss 297,2 24 pluss 273,2. Já, 297,6, jú. Þannig að þetta er þá rétt. Og hérna erum við þá með 98,6 deilt með 297,6 sinnum 285,4. Það gefur 94,6 og þetta myndi vera kilopascal. Og þetta er þá þrýstingur loftsins í flöskunni og
Og ég ætla að setja þá hérna, ef þetta hérna heildarþrýstingur, hér, í kílópaskal, þá ætla ég að setja hérna í næsta dálk, hver þrýstingur lofts, líka í kílópaskal, og það alltaf fundið út frá þessari jöfnu, P1 deilt með T1 sinnum T2, þar sem að T2 þá alltaf þessi hérna stærð, bara eftir hverri mælingu. Meðan P1 bara þessi hérna stærð og T1 þessi hérna stærð. Þannig að hérna fáum við 94,6 og sjáum þá hérna, þetta heildarþrýstingurinn. Þetta þrýstingur sem við erum búin að finna út. Ok, hluti heildarþrýstingsins bara andrúmsloft. Þetta þrýstingur andrúmsloftsins. Mismunurinn þá þrýstingur metanáls. Síðan hérna þá reiknar maður þetta fyrir þá hinar tölurnar líka. Þá verðum við sem sagt með næst ef ég stroka þetta út. Þá erum við sem alltaf með að P2 eða P-loft 2 inn á sviga, það þá alltaf sama sem hérna 98,6 kilopascal deilt með 297,6 kelvin sinnum og svo það þá hérna hitastigið sem hér. Hérna væri það þá næst 293,5 og hérna fengjum við þá 98,6 deilt með 297,6 og það sem þið getið gert allir að breyta sig eitthvað fasta bara í tölvunni þetta hér, þetta alltaf það sama og svo margfaldar maður bara alltaf með nýja hitastigsskiltinu. Þannig að hérna fáum við þá að þrýstingur loftsins 97,2 gráður við 97,2 kilopascal við 20 gráður. Svo ætla ég bara að setja þetta saman, ef þetta bara alltaf, ég bara skipti þess alltaf út. Þannig að næst set ég hérna 303,7 í staðinn. Þannig að hérna það þá 297,6. Ég ætla bara að segja hérna þetta sama sem 0,3313 og þetta sem sinnum 303,7 sem gefur hérna 100,6. Svo ætla ég bara aftur að taka þetta 0,3313 sinnum 312,1. Það gefur 103,4 kilopascal og að lokum 0,3313 sinnum 323,3 gefur okkur 107,1 kilopascal. Og þetta þá sem sagt, þetta P-loft, þetta P-heild og næsta jafna sem við notum þá, núna ætla ég að finna hver þá hérna, þetta var, getur sagt í úrvinnslunni, að þá var þetta 2 sem sagt að umreikna þrýstinginn í flöskunni og að finna þá út líka það kemur sem mældi þrýstingurinn í keiluflöskunni summan af hérna gufuþrýstingi vökvans og þrýstingi andrúmsloftsins í flöskunni. Draga þarf því þrýsting andrúmsloftsins frá mælda þrýstingnum til að fá gufuþrýstinginn fyrir hvert hitastig. Nú þrýstingur andrúmsloftsins háður hita, þannig að það þarf að byrja því að reikna þrýsting við hinn mismunandi hitastig út frá þrýstingi þess og hita í upphafi. Og það var það sem við vorum að gera hér.
þrýstingur og hiti í upphafi og síðan nýja hitastigið. Reiknið þrýsting andrúmslofts við ákveðinn hita og dragið það frá mældum þrýstingi fyrir sama hita til að fá gufuþrýstinginn. Og þá það að næsta sem við gerum að gufuþrýstingurinn fyrir metanól, CH3OH, sama sem P heild eða tót mínus þá þrýstingurinn fyrir loftið sem að við reiknuðum þó út hérna. Þannig að myndum við vera með heildarþrýstingur mínus loftþrýstingur gefur þrýsting fyrir metanól. Og ef við tökum bara fyrstu línuna, segjum 99,3 við 12,2 gráður, mínus 94,6 gefur okkur 99,3 mínus 94,6 gefur 4,7 og þetta kilopascal. Þannig að það væri þá næsti dálkur hér í töfluna að segja að við séum með P, metanól, þetta auðvitað líka í kilopascal og erum við þá alltaf að draga þrýsting loftsins frá þrýstingi, heildarþrýstingum og þá stendur eftir fyrir metanól. Þannig að fáum við 4,7 kilopascal. Síðan það þá bara næsta, þá það 106,1 mínus 97,2 sem gefur þá 8,9 kilopascal. Síðan það 117 mínus 100,6 það gefur 17,0. Síðan það 128,9 mínus 103,4 sem gefur 25,5 kilopascal og að lokum 146,6 mínus 107,1 og þetta gefur okkur 39,4 og þetta allt í kilopascalum hérna. Þar með erum við komin með töfluna sem að við þurfum svo til þess að gera línurit sem sýnir okkur þrýsting metanóls sem falla hitastigi og þó að við þyrftum að nota kelvingráðurnar áðan til þess að umreikna þrýsting loftsins þá í grafið að því maður hefur alltaf meiri svona sans fyrir gráðum á Celsius eða það hitinn í kringum okkur að þá taflan að við setjum og þetta þá úrvinnslu liður 3 teiknið graf sem sýnir mettunarþrýsting vökvans sem sagt metanólsins sem falla af hita Celsius og það ætla ég þá að gera til hliðar. Það að taka þetta út svona og já, það spurning hvort hreinlega því að það hægt að stoppa þetta vídeó alltaf. Ég ætla bara að taka burtu það sem ég þarf ekki á að halda lengur. Þá þessi 3 dálkar og þá þetta bara hitastig gráðum á Celsius og síðan erum við með CH3OH og þetta þá kilopascal og svo færi ég þetta yfir að erum við með 4,7, 8,9, 17,0, 25,5 og 39,4. Nú ykkur náttúrulega hjartanlega velkomið að setja þetta inn í Excel eða eitthvað forrit og láta það teiknað upp fyrir ykkur. Ég ætla bara að gera þetta á töfluna. Þannig að þetta var úrvinnslu liður 3. Það graf
þar sem við erum annars vegar með hérna þrýsting metanóls á y-ás, kílópaskal, og svo með hitastig á x-ás. Þetta er enn orðið reglustika hérna. Sést þetta, já. Hérna ég þá með, og við erum að fara frá 12 gráðum upp í 50. Þannig að ég ætla bara að segja hér, svona, sem sagt, 10, 20, 30, 40 og 50 hér. Og hérna ég þá með hitastig í gráðum á Celsius. Nú hérna þrýstingur eða gufuþrýstingur fer frá 4,7 upp í 39 eða 40. Þannig að hérna ger ég bara 10, 20, 10, 40. Þetta eru 0 gráður, 10, 20, 30, 40 og 50. Og hérna ég með sem sagt 5, hvað fór ég upp í hvað? 40. Ég var það sem sagt 10, 20, 30, 40 kilópaskal. Og svo setjum við punktana inn, þar sem við erum þá með 12,2 gráður. Það sem þá eitthvað staðar hér, gefur okkur 4,7, sem þá eitthvað staðar hérna. 20,3 gráður, það bara hérna alveg í 20, 8,9. Já, þetta kannski vera, eða þetta sé 5 kannski hér. 8,9, það þá eitthvað staðar hérna. Síðan erum við með hérna við 30,5 gráður. Erum við með 17, sem þá eins og hér. Síðan við 38,9 gráður, sem sagt rétt undir 40, eru 25,5, sem þá cirka eins og hérna. Og síðan við 50,1 gráðu erum við 39,4. Þannig að við hérna rétt 50 erum við komin eins og hingað. Og með góðu vilja þá sér maður það að þessi lína, hún ekki bein, heldur hún eins og hérna maður vill fá hana, að hún svona bogin. Græni litur sést kannski ekkert sérstaklega vel hérna. Svona. Þannig að þetta hérna svona feril myndum að vilja fá út. Af því að þó að hérna ef við erum með hreint loft, hreint andrúmsloft eða hreina gastegund, þá fær maður alltaf einhverja línu sem bein, af því að þrýstingur og hitastig að það þá alltaf í réttu hlutfalli. Ef við erum hins vegar með gufuþrýsting, þá bæði hérna sem sagt þrýstingurinn að aukast vegna aukinnar hreyfiorku sameinda, þannig að það svona beinlína. En síðan alltaf meira og meira eftir þessum hitastigið hérna eykst og maður hérna með metanól, að það alltaf meira og meira sem að gufar upp líka. Þannig að það eru fleiri sameindir sem eru að leggja vogarskálarnar í þrýstinginu. Þannig að þetta hérna 3 var sem sagt að plotta upp, þannig að þið geti annarkvort hérna gert þetta í tölvu eða teikna þetta í hérna, já, og prenta þá út og sett í bókin ykkar, eða gert þetta hérna í bókina en vandaði ykkur samt. Þannig að hérna að vanda ykkur kannski örlítið betur en ég. Nú, svo það hérna 4, lýsir sambandinu sem kemur fram á grafinu á milli mettunaþrýstings og hita. Og hérna hérna, það væri þá 4. Nú kannski óhætt bara að taka þetta hérna út.
Þetta væri þá 4 og hérna það þá samband milli P og T og það tekið fram hérna í dæminu, lýsir sambandinu sem kemur fram á grafinu milli mettunarþrýstings og hita, útskýrir þetta samband með því að nota hugtakið og hreyfiorku sameindana. Hérna kemur alltaf, alveg ljóst að hérna þrýstingur eykst með hita. Það fer ekkert á milli mála eftir því sem að hitinn eykst, því meiri verður þrýstingurinn. Og þá kemur meðal annars að hreyfiorka sameinda á gasformi eykst og fyrir vikið þá eykst þrýstingurinn af því þær eru þá að rekast á yfirborð mælisins alltaf með meiri og meiri krafti. En það líka það að hreyfiorka sameinda í lausn eykst líka þannig að fleiri og fleiri sameindir, sem sagt CH3 og H liquid, sem sagt sameindir sem eru þá á vökvaformi, sem sagt hafa næga orku til að yfirvinna milli sameindakrafta og sem sagt komast í rauninni á gasform, að verða sem sagt verða að gasi, eða sem sagt öllu heldur kannski í þessu tilfelli gufu, CH3 og H gas. Þannig að það sem að gerast það að það eru þá alltaf fleiri og fleiri sameindir sem að gufa upp úr vökvanum og taka þátt í þessum þrýstingi. Síðan kemur það var ein önnur mynd úr því með ykkur á vídeói. Þá ætla ég kannski að bæta við hér, þar sem að það oft notað, þetta var mynd í 10. kafla, þar sem að verið að sýna hvernig sameindir rífa sig lausar ef við erum með metanól. Hins vegar ætlum við að vera með mól hlutfall. Og það sem við erum að gera hér er að skoða sameindir metanóls sem að eru þá í þessu kerfi. Við erum með þessa flösku. Við erum með metanól sem að þá á vökvaformi. Svo erum við líka með metanól sem á gasfasa sem þá CH3 og H gas. En þetta náttúrulega bara ákveðið mörg mól. Þetta lokað kerfi, þannig að það ákveðið mörg mól eða ákveðið margar sameindir af metanóli á þessum fasa. Og við 0 gráður og erum við að skoða hvernig við erum við rauninni með hreyfiorku hér. Hreyfiorka. Þannig að það sem sagt orka á þessum ás. Og þá erum við að skoða hvernig dreifast þessar sameindir. Segjum þetta væri 20 sameindir. Að þá rosalega lítill hluti af þeim bara við með enga hreyfiorku. Og kannski svona 0 akkurat meðan hún rekst á eitthvað og fer svo aftur. Allt breytist í stöðuorku.
nema það að þær dreifast einhvern veginn svona. Og segjum að þetta hérna væri við 0 gráður á Celsius. Ef að dreifingin svona, en hins vegar þarf einhverja ákveðna orku hér sem að þarf til þess að yfirvinna millisameindakrafta. Orka til að yfirvinna millisameindakrafta. Þá erum við að tala að það eru sem sagt kannski 3 sameindir sem sagt með þessa hreyfiorku, aðeins fleiri hér, en allar sameindirnar sem eru hérna fyrir ofan, þær myndu verða hérna CH3 OH gas. Meðan þessar hérna sem eru ekki með nægilega orku til þess að yfirvinna millisameindakraftana myndu þá vera ennþá á vökvaformi, svona einfalt kannski aðeins. Nú síðan ef við hitum hitastigið upp í, segjum 60 gráður, þá færist þessi ferill einhvern veginn svona. Þannig að eftir því sem orkan eykst, segjum að þetta hérna séu 100 gráður Celsius, eftir því sem orkan eykst, því fleiri sameindir eru með næga orku til þess að rífa sig lausar úr lausninni. Það getur sagt þess að eftir þess að hreyfiorkan eykst með vaxandi hitastigi, hér í þessu tilfelli að það er verið að bæta varma inn í kerfið, að þá fjölgar sameindum sem að eru geta verið á gasfasa. Og það er náttúrulega ástæðan fyrir því að það eykst alltaf mjög mikið hér eftir sem að hiti eykst á gufuformi. Þannig að já, þær hreyfast hraðar og þær eru fleiri. Þannig að það útskýrir það. Og hérna að lokum kemur dæmi 5, þar sem hvort hefur metanól eða etanól hærri gufuþrýsting við stofuhita. Og hérna á að útskýra svarið með því að huga að kröftum á milli sameinda. Hérna erum við ef við hefðum haft meiri tíma í tilraunir, þá væri hluti af þessari tilraun þá væri við ekki bara með metanól, hefði maður líka gert tilraun með etanól. Og átta sig á því að gufuþrýstingur etanóls er minni heldur en gufuþrýstingur metanóls. Það er 5. Gufuþrýstingur metanóls, CH3 OH versus C2H5, etanól og metanól. Núna er það byggingin sem skiptir máli. Ef við erum að tala millisameindakrafta, þá erum við að tala 2 sameindir. Gætu verið með eitthvað sem sagt eins og svona, annars vegar 2 metanól og hins vegar 2 etanólsameindir. Í báðum sameindunum þá eru þið með vetnistengi. Það getur sagt sem sagt að í báðum sameindum eru með vetnistengi. Þannig að það er sem sagt, það getur sagt að á milli súrefnis og vetnis þá erum við með vetnistengi. Svona. Og það gerir það verkum að metanól og etanól eru með talsvert hærri söðumark heldur en metan og etan, ef við værum ekki með þessa O-hópa. En síðan erum við líka með London-krafta, það reynda sér alltaf skautunarkraftar þeir eru svo líka þeir sömu, en London-kraftar, þeir eru náttúrulega háðir því stærð sameindarinnar. Að því minni sem sameindin því minna er þá yfirborðsflatarmálið sem að getur mynda London-krafta. En við erum með London-krafta í báðum tilfellum.
En hérna erum við með sem sagt sterkari londókrafta og hérna veikari. Þannig að sem að tengist á þessu mólmassa fjölda rafeinda, skautunar hæfninni og náttúrulega þessu hérna yfirborðsflatarmáli. Að það er þá bara meira svæði hérna fyrir etanól sem að londókraftarnir geta verkað. Það þýðir það, í heildina eru þetta hérna sterkari millisameindakraftar og það þýðir alltaf minni gufuþrýstingur. Það er sterkari sem þýðir hérna minni gufuþrýstingur. Það þarf sem sagt hérna meiri orku til þess að hérna rjúfa þessa hérna millisameindakrafta og sleppa þá sameindinu upp í gufufasa heldur en þessa hérna millisameindakrafta. Þannig að eftir því sem millisameindakraftarnir eru minni, því meiri er gufuþrýstingurinn. Það er akkurat öfugt við suðumark. Þá ætla ég að þetta sé komið hér og hérna, já, og þið getið þá unnið ykkar niðurstöður sem sagt samkvæmt þessu. Bara takk fyrir.